dóttir minni var búin að dreyma þetta, sko, allt haustið var hann að tala að það yrði gos. Hún var búin að sjá krakkanum í skólann og kennir honum allt saman. Á sunnudeginum er hún í bíltúr með, sem pappina var að keyra, afa þeirra, og hún segir, flýtti inn pabbi sem því að það er að koma gos í túnins Tobba, Kirkjubæ. Og verði ekki alltaf að þessari þvælustelpa, kemur ekkert gos hérna, ekkert gos í 4000 ár. Kvöldið fyrir Vestmannaeyjagosið að þá verður vart við jarðhræringar á skjálftamælum á Suðurlandi. Þeir voru bara 3 þá og einn var bilaður. Þannig að þar sem að hann var bilaður þá voru 2 möguleikar fyrir hendi hvar upptökin gætu verið. Annar möguleikin var við Sigöldu en þá var verið að byrja að byggja virkjunina þar, voru komnir hópar þar upp, og hinn var í Vestmannaeyjum. Menn einblíndu á Sigöldu en litu ekki til Vestmannaeyja. Daginn áður þá var ég nú að spila golf inn í Herjólfsdal en svo þegar ég kom heim kvöldið þá fór ég að hlusta á 9. sinfóníu Beethovens á grammófónsplötu. Ég gerði það nú oft að ég var eitthvað þreyttur og meðan ég var að hlusta á sinfóníuna að þá fann ég 15 sinnum jarðskjálfta. Og svo ég hugsaði með mér að nú væri Katla að byrja aftur. Menn vissu auðvitað að það hefði oft gosið á Vestmannaeyjasvæðinu. Það er hugsanlegt að það hefði gosið þarna í sjó á 17. öld. En það voru nokkur þúsund ár liðin frá því að eldar höfðu verið uppi á Heimaey sjálfri. Þannig að menn svona bjuggust ekkert við neinu eldgosi þarna en hittu svona mál að Surtseyjargosi það er þarna 10 árum áður. Sko kvöldinu áður á mánudagskvöldinu að þá er ég með smá kaffiboð heima á Kirkjubæ og mamma og systir mín og móðursystir voru hjá mér í kaffi. Og þegar við erum að drekka kaffi þá aðeins glamra svona í bollanum og ég sagði við mömmu, heyrðu, er þetta bara ekki jarðskjálfti? Nei, sagði mamma, þetta er ekki jarðskjálfti, ísskápurinn var bara að fara í gang. Og svo náttúrulega var ekkert meira, við fundum ekkert meira fyrir, svo fer ég að sofa. Svo fer ég að losa svefn rétt fyrir 2 við einhvern mikinn hávaða. Og þá hugsa ég með mér, heyrðu, nú fer ísskápurinn alveg að bila, það er svo mikill hávaði í honum. Rétt á eftir kalla mamma í mig og segir, heyrðu Brynja, það er eitthvað skelfilegt að ske. Kladdu börnin og komdu út. En svo þegar klukkuna vantaði hvað 10 mínútur í 2, að þá hringir konan hans Páls Sófóníussonar, bæjarverkfræðings, í mig og segir mér að líta í austur. Við sáum að það var eitthvað að gerast þegar svona upp úr 1:30 og ég gleymi því aldrei þegar ég fór svo út í stofugluggann og leit til suðurs og þá sá maður eldstólpann upp úr öxlinu á Helgafelli og mér svo minnistætti að þeyttist upp moldar, kögglar og grjót og mold. Þá var eldurinn sem sé að koma að upp. Og mamma og pabbi standa þarna niður, ég horfi niður til þeirra því ég var á efri hæðinni og pabbi er að segja, heyrðu, kona, hringdu eitthvað, þú verður að hringja eitthvað, það er eitthvað mikið að gerast. Ég var nú eiginlega vakandi, ég var nýbúin að sækja vatn handa dóttur minni sem við eigum, 5 ára gamalli og var nýkomin upp í rúm þegar bara allt í einu verður eins og albjart í svefnherberginu okkar og mér fannst bara eins og það væri eldur bara fyrir utan gluggann og svo þessar rosalegu drunur. Þannig að ég hljóp út í glugga og sá þá bara eldtungurnar koma bara upp úr jörðinni, bara nánast fyrir utan húsið okkar. Svo sá ég bara jörðina rifna lengra og lengra. Og það var ekkert með það. Ég náttúrulega vakti krakkana og kladdi þau upp og meðan ég er með þau þannig sitjandi upp á eldhúsborðinu og þá er ég alltaf að líta út gluggann og sjá þetta magnast alltaf meir og meir.
Þegar ég kom út á stéttina þá lagði bara hita, já svona eins og maður situr við arineld, maður fann svona hita sem lagði á mótorhjóli. Svo fórum við og ég og Páll Stefánsson, við fórum suður fyrir Helgafell, skoða þetta, hvað væri að vera og þá sáum við náttúrulega hvar eldurinn kom upp. Við sáum hún færðist nær sjónum og við fórum síðan suður fyrir Helgafell og austur fyrir og sáum sprunguna líka opnast í söður. Og ég fór út í gluggann og ég sá þetta. Ég hélt nú reyndar að það bara kviknaði í einhverju húsi þarna. En ég svo reyndi það ekki neitt og það var engin hávaði og ekki neitt. Þetta kom bara, virtist vera hljóðlaust upp úr jörðinni. Þetta heyrðist ekki, það var svona eins og daufur trommusláttur langt í burtu. En sýningin var þeim með blómlegri sko. Og þetta var bara veggur þegar ég var vakinn þá var svona kannski 4-5 gígar aðskildir. En síðan kom svo bara tegðist þetta bæði norður og suður. Ég var 9 ára gömul að verða og ég vakna við að amma situr á rúmstokknum hjá mér þar sem hún að tala í símann og grætur og að tala við einhvern af okkar ættingjum. Og ég vissi að málið var alvarlegt en vissi alls ekki hversu alvarlegt það var. Og svo kemur þarna einhver góður maður á bíl og hann keyrir okkur niður á lögreglustöð. Og við erum þar í dágóðan tíma og við erum eiginlega í eldlínunni frá upphafi. Því þá slökkvistjórinn, þá hann kominn og einhver hátt settir þarna hjá bæjarfélaginu. Og þá þeir að ræða málin sín á milli hvað sé eiginlega best að gera. Hvert eigi að hringja og hvernig eigi að vekja alla bæjarbúa. Það var nú sendur slökkviliðsbílar og lögreglubílar með sírenur til þess að vekja fólk. Þetta byrjaði með því hvað ég held að hann hafi verið 10 mínútur yfir 2 nóttina sem það hringt til mín og þá það Hannes Heitinn Hafstein hjá Slysavarnafélaginu sem að segja mér að þeir hafi verið að fá upplýsingar að það væri komið eldgos í Vestmannaeyjum og fólk væri hlaupandi undan hrauninu. Fyrstu aðgerðir bæjarstjórnar voru þær að þeir ákváðu símleiðis strax þarna þegar eftir að það orðið var við eldgosið að hittast á einhverjum ákveðnu tíma sem var þá 1,5 klukktíma seinna eða eitthvað slíkt. Og þar var nú ákveðið að gera það sem við gætum til þess að varna stórslysum og næstu vikur fórum við í það og næstu mánuðir. Eins og við vitið að þá var bara ein útvarpsstöð á Íslandi þá og það var gamla gufan, langbylgjan. Og það fyrsta sem að ég fekk beiðni þegar ég hafði sambandi við Vestmanningana og var búinn að fá svona fyrstu upplýsingar var að láta opna útvarpið. Og ég hringdi í Andrés Heitinn Björnsson útvarpsstjóra og fyrir svörum varð konan hans. Og ég man alltaf eftir því hvernig hún tók þessum tíðindum þegar ég sagði henni að ég þyrfti að ná í útvarpsstjóra af því að það væri komið eldgos í Vestmannaeyjum. Og þá sagði hún, hvernig veit ég að þér eru ekki fullur maður að plata mig? Móðir mín var á spítala og pabbi vann eins og allir að heimili. Og við vorum þar að leiðandi í pössun og vítt og breytt bæinn. Og það var eiginlega það sem ég fannst óþægilegast. Það var að upplifa fjölskylduna svona dreifða, við vorum ekki saman. Við eigum 3 börn og þau voru heim og hún ætlaði að fara að vekja þau en ég var ekki alveg til í það því að 2 þeirra átti að fara í próf og mér fannst alveg óþarfi að vera að trufla þau. En svo náttúrulega vitkaðist maður það mikið að þau voru vakin. Svo kemur lögreglan því þá fara að ræsa fólki allt út. Og hún segir, nú Sirrí, þú ert vöknuð, hluftu nú fyrir mig hérna í þessu hús, ég ætla upp á Austurveg. Ég fór í hús, hljóp í öll hús í Grænhlíðinni því ég passaði stelpunnar
og svo er ég náttúrulega svo forvitin þegar ég kom búin að ræsa í öllum húsu að ég fyrir til með að fara í stról og ég þurfti að klangast í girðingar og svoleiðis og svo stend ég bara og sé hérna kemur bara springur þarna upp og þarna upp og svo heyri ég hestunum og þess svoleiðis lætin í þeim og ég lít fyrir og sé það þeir bara eitthvað trillast. Nú þegar ég var búin að átta okkur á þessu sko þá tók ég þarna tösku og handtösku og sópaði fötum á yngstu krakkana ofan í hana og svo fórum við öll niður og hérna ég myndi þá að taka alla peninga sem við vissum og all teppi og allt svona og hafa með sér og það kom sér líka vel. Svo nú hálf fyndið, maður tók með sér eina lítla tösku með auka brókum á þessu minnstu af því það var nú svona kannski eða myndi nú pissa í sig og svo hlónuði því og eftir að ég tók með mér mjólkurflösku frá Toppakirkjubæ og hérna stóran hnífur og brauð. Ég þreif með mér 2 málverk og útsaumaðan stól eftir móður mína. Það virðist nú annars við svona aðstæður næstum broslegt að fara að bjarga einhverjum hlutum. Ég man að mamma hún fór upp á sjúkrahús þangað sko því að henni leið mjög illa og var að fá eitthvað svona við þessu og svo þegar þessi ákvörðun var tekin að fara í bátana að þá ætluði mamma að fara heim og ná okkur í sko fatnað og peninga og eitthvað því að við vorum bara eins og við stóðum en við fengum ekki að fara upp til. Svo ætluðum við að fara gá svona hvað fólki væri að gera í bænum, hvort það væri eitthvað að fara af eyjunni en ég ætlaði nú bara inn í Herjólfsdal, bíða þetta af mér því að mér fannst ég ekki þurfa að fara lengra. Það var tekið sem sagt það nauðsynlegasta og sett í töskur og það var diskuterað hvernig ætti að komast og hvert ætti að fara. Og öll bönd bárust náttúrulega í bátana og niður á bryggju. Við förum nú, löpum áleiðis niður á bryggju og mætum fólki og svona og við erum ekki með neitt farangur. Það var skildu allir allt eftir því að það ætlaði allir tilbaka. ætlaði enginn sko að fara strax og en við fengum ekki að fara tilbaka því að við vorum látin fara borð í báta. Og það sem ég var nú hrifnastur af þarna nóttina var hvað æðruleysi Vestmannaeyinga var mikið. Og það virtist allir, vita að þeir ætti að fara niður í Höfn, minnsta kosti. Það var komið kyrrt veður hérna nóttina. Það var búið að vera, það má taka það fram, deginum áður. Þá var verið það afleitt, afskaplega vont veður, suðaustan stórviðri, að það fór enginn bátur á sjó. Það var allur flotinn í höfninni eins og hann væri að bíða eftir þessu, að verða björgunarbátar fyrir íbúana. Nú svo að fara að undirbúa flóttann. Þegar þá voru bræður hans pappa komnir og pabbi. Og þá greip ég með mér appelsínu sem ég hafði verið búin að finna til í nesti og ég hélt á henni alla leiðina, alla sjóferðina og alla leiðina til Reykjavíkur. Og svo á leiðinni að Bryggju þá var bara eins og allir væru á kvöldgöngu, það var gott veður. Daginn áður það var brjálaveður. Og við komum við hérna í húsi eins og fengum kaffi og smók og svona. Þegar við ætluðum að fara hérna út úr húsinu þá segir mamma við mig, eða við okkur farið þið bara, kaninn bjarga mér. Og mér fannst menn vera svona ansi rólegir í þessu, það var engin asi í fólki, afskaplega rólegt, en ég hvatti til þess að menn færu sem sagt að bara komast til brottfarar, að koma sér borð í skipin. Kirkjubæjarbændur, þeir voru að reka skepnurnar vestur götuna. Ég man ennþá eftir hvað það var eiginlega óhugnanlegt að heyra í skepnunum. Þær emjuðu næstu því.
Foreldrar mínir voru í næsta húsi og við ég tók pabba með mig fórum niður í kirkju. Datt hafði allt í einu huga, nú hafa henni bara rétt að fara niður í kirkju og reyna að biðja fyrir þessu öllu saman og kveikja ljós í kirkjunni. Ég held og ég veit, ég hugsaði þannig að kannski erum við bara að fara út í öfnum dauðan. Ég hugsaði þannig. Og já, ég bara gerði mér ekki grein fyrir hvað framhaldið var. Það bara númer 1 að komast út úr húsi og keyra niður á höfn og ef að það tækist þá ferum við um borð í báta eða bát. Og ég fór heim til mín eftir að hafa farið austur á Kirkjubæi og þá var fólkið mitt farið út úr húsinu. Halla var með, við vorum með 7 börn þarna, elsta 15 ára og yngsta 1,5 árs, eitthvað svoleiðis. Og ég var einhvern veginn alveg öruggur hvar ég ætti að leita þeim. Ég fór niður á höfn og þá voru þau komin um borð í bát, Arnar frá Þorlákshöfn. Og það var ekkert annað bara bless, sé ykkur seinna. Ég held þó ég átt milljón upp í skápa, ég hefði bara látið hann yfir sig Ég var bara að fara, við vorum að bjarga okkar lífi og þess ekkert hvað tók við og mér fannst ekki þurfa á neinu að halda. Það var ekki einu sem tekið snyrtibudda. Og þessa nótt fórum við síðan niður á heimilið tengdaforeldra minna og þar vorum við nóttina, fylgdust með fréttum í útvarpi. Ég man þegar við vorum stödd á bryggjunni í Vestmannaeyjum, þá hópuðust svona krakkarnir saman meðan var verið að raða um borð í bátana og þá voru komnar upp ægilega sögur að ef eldgígurinn myndi ná upp í Helgafell þá myndi allt springa Þá fór maður svona að fá smá ótta. Þegar við vorum að leggja á stað niður í Friðarhöfn að það var við fyrsta gjallregnið. Þá fór að koma gjall, svart gjall og buldi á bílunum og þá var fólkið dálítið brugðið. Ég man sérstaklega eftir því með strákinn minn þegar við vorum að fara. Hann var eiginlega ekki hræddur. Þó hann væri rúmlega 30 ára og gerði sér ekki almennilega grein fyrir þessu. Hann var með svona trefil og þá var að byrja öskufall. Þá var hann illur svona og var að dusta af sér hvað þetta væri. Þetta var náttúrulega ekki snjór, heldur að vera þetta svart. Og við fórum nóttina 3-leytið niður á höfn og borð í Kóp og við heldum fyrst að það átti bara að skreppa út fyrir höfnin og bíða átektur og sjá hvort það myndi ekki linna. Þegar allur bærinn fer á sama tíma niður á bryggju þá eru þarna miklir troðningar en það voru 430 manns sem voru borð í Gjafar og þetta var ekki nema 300 tonna skip. Og menn urðu að standa þarna upp á bátapalli alla leiðina frá Vestmannaeyjum og til Þorlákshafnar og það var svona all þungur sjór. Sumir lágu á gólfinu og sumir í koju, kannski 2 saman og 3 og svo guppaði maður bara í plastpoka og svo voru plastpokarnir búnir og bara hellt úr þeim og komið með aftur. Svo það var svona, svo var maður bara einhvern veginn svona, það er svona að lokaðist bara einhvern veginn. Og við vorum náttúrulega ekki í neinu koju, við bara lágum á einhverjum netadræsum þarna niðri og ég var með þau bara 4 hérna 2 á lærinu og 2 á öxlinni og elsta dóttirinn lá í einhverju hillu með svona einhverja netarhúf undir höfðinu og kærasti með henni. Mér minnistætt þegar við vorum komin í Faxasund og vorum að fara í Faxasund og fyrir Klettinn og maður leita þarna upp á Kirkjubæina að hvað þetta var eins og ég var að segja þér áðan líka þegar maður var þarna austur á eyjunni að maður sá þarna kolsvarta nóttin og svo bara eldtungur við himinn og þetta var hrikaleg sinna. Og fólk voru að segja það sem var að fara á bátunum upp í Þorlákshöfn að það hefði séð eld í hafinu og það getur líka passað því að sprungan var auðvitað neðansjávar líka.
en við þorðum þó ekki annað en að kalla til allra skipa á svæðinu og stefna til Vestmannaeyja til þess að eiga varakost ef eitthvað brygðist. Sigmundur Sveinsson Vestmannaeyjar, 2311. Við fórum niður í einhver K1 og þar var borð og bekkir, svona sitt hver megin, og ég lagði yngstu stelpuna á bekkinn og strákinn á borðið og hann á bekkinn, svo satt ég sko á brúninni alla leiðina. Og þau voru sjóveik og allir sjóveikið, það var margt fólk þarna niðri. Ég var náttúrulega fastur í þeirri hugsun að ég færi ekki neitt sko, en til að róa hana þá fór ég niður í bát og við fórum til Þorlákshafnar. Ég held að við höfum verið seinastar af þeim skipunum sem fóru hérna held ég. Það ekki verið 4-leytið, eitthvað svoleiðis. Þá voru flesti farnir, báðir bátnir okkur voru eitthvað 150, 60 manns. Sumir þráðust við og vildi ekki fara eins og kannski við. En það var gengið hús úr húsi og fólk var nánast rekið í burtu. Innst inni fannst mér kannski vera óþarf að vera að djöfla öllum kannski til upp í Þorlákshöfn. Það væri kannski hægt að liggja þarna fyrir utan og svona sjá til. En það er náttúrulega að della því að þetta stóð í hart á. Á leiðinni vestur í Þorlákshöfn þá var náttúrulega fólk allan bát að vísa ekki í lestinni. En stendum aðeins fram við spil og við erum að hlusta útvarp við lýsingu nú frá Eyjum. Þá er sagt að þessi kviknað í fyrsta húsinu. Og þessi maður stóð við spili sem átti húsið og svona vöknaði anga. Þetta var náttúrulega ansi erfitt. Þetta var ekki neitt skipulagt á neitt hátt. Það er ekki fyrir en svona 4, 5, jafnvel, hálf 6 sem að þá tilkynning kom frá þessum fundi bæjarstjórnar að menn ættu að það væri tilmæli til fólks að þau tækju þá og færu niður á höfn og tækju skip eða báta, fiskiskip til Þorlákshafnar. En þá var stór hluti af fólki þegar þessar tilkynningar komu sko. Það var rætt það sem hvernig við skildi bregðast og náttúrulega það var ákveðið að við myndum fylgjast með því sem fram yndi og síðan hitti ég þarna nóttina Ólaf Helgason, útibússtjóra Íslandsbanka. Við fórum niður í banka og pökkuðum saman sparisjóðnum til þess að senda til lands til að fólkið gæti komist og ná sér í peninga morguninn þegar bankar opnuðu. Hann er blindur þessi tengdafæði minn og okkur þótti það svona ekki góður kostur að fara eins og flestir fóru með bátunum í Þorlákshöfn. Svoleiðis að við svona biðum og svo undir morguninn komu tilkynningur það að það var von á flugvélum, Fokker Friendship og við völdum það kostinn. Eina fólki sem var sko brottflutt skipulega voru sjúklingar, eldra fólk og aðrir sem ekki treystu sér til að fara í bátana og það gerðum við með því að kalla til flugvélar og þyrlur og stefna þeim til Vestmannaeyja. Auðvitað vorum við fyrst hrædd að völlurum væri lokaður en sá ótti reyndi sem betur fyrir ástæðulaus þannig að við gátum beitt flugvélum alla nóttina. Já, það satt gamall maður við hliðina á mér sem hafði verið á Elliheimilinu og hann var bara svona hálfgrátandi fannst mér. Eða svona talaði svona eins og hann væri hálfglökkur að horfa á eiginu sína brenna. Ég held að það hafi kannski verið svo kennt sem að stóð fólki næst.
mamma vakti mig upp snemma nóttina. Sagði mér að það væri byrjað gos í Vestmannaeyjum, fréttastjórinn minn var í símanum og ég ætti að koma upp á blað. Ég man að ég rauk upp úr rúminu með rúllur í hárinu af einhverju tilefni og svo hvumsaði, mér kom ekkert annað í hug að segja annað en andskotin. Sigurður Þórarinsson hringdi í mig, við vorum í svona sambandi í öllum eldgosum og ég var komin klukkutíma eftir að gosi byrjaði. Ég sagði þetta strax að við þurfum að fá flugvél með Óla Magg og við fyrstu 2 flugvélarnar sem komu yfir voru Sigurjón Jónsson á flugmálastjórnarvélinni og svo leiguvél frá Elíesa, lítil vél sem við vorum á. Og meðan við vorum á leiðinni út þá komu skilaboð frá stöðvarstjóranum þarna að líklega væri sprungan að byrjuð að sletta upp á flugvöllinn og yrði ekki lent þarna. En þegar við komum yfir þá reyndi Sigurjón og við komumst það. Leið við komum þá kemur hérna rúta að og í henni var gamla fólkið af elliheimilinu og sjúklingar af sjúkrahúsinu. Þetta var eiginlega það mest mér að sorglegasta sem ég sá meðan ég var. Því að þetta gamla fólk það var svona hálfkjökrandi og svona sumt og sagði ég kem sennilega aldrei aftur. Ég held að mér hafa orðið við eins og öllum öðrum. Fólk var náttúrulega mjög hissa og það var auðvitað rokið af stað í fyrstu flugvél sem hægt var. Ég var komið þarna morguninn eftir að gosið hófst og manni þótti þetta mjög sérkennilegt að sjá jarðeld svo nálægt byggð. Þetta hafði ekki þekkst í eldfjallasögunni síðan bara í Skaftáreldum nánast og fólk eiginlega bara stóð þarna og gapti ráðalaust. Svo eins og alltaf þá tók vísindamennskan og forvitnin yfir höndina og menn voru farnir að skoða alvarlega og spá og spekulera. Nú þegar við flugum að eyjunni þá logaði nánast eldur á allri sprungunni og það var alveg stór hrikalegt að horfa á það. Annars vegar var náttúrulega alveg skuggalegt að sjá hvernig eyjan var. Jafnframt var þetta út af fyrir sig hrikafagurt eins og það er alltaf að sjá svona rauðan eldinn. Snemma þennan fyrsta morgun þá komum við vísismenn að búastöðum. Þar var Lovísa, fullorðin kona sem ég mundi vel eftir úr bernsku og hún var að hella upp á könnuna og gosið ólmaðist þarna fyrir utan. Hún var ekkert að flýta sér. Nú síðan þegar þetta var allt komið í gang og farið að virka, eða farið að ganga eins og við vildum sjá það, að þá var náttúrulega lögð áhersla á að undirbúa móttökuna hér í Reykjavík og þar spilaði Rauði krossinn mjög mikið starf. Rauði krossinn var virkilega framalega í þessari hugsun allir þá hérna og undansenni samtíð, vil ég meina, og þeir lyftu alveg grettistaki þegar þeir opnaði alla skólana og fengu fólk til þess að manna þá. Komu upp matvælum, birgðum og gögnum þar til að taka á móti öllum þessum fjölda. Þannig að þetta voru svona fyrstu viðbrögðin. Það er að fyrsta lagi náttúrulega að tryggja að flóttinn gengi vel fyrir sig, að móttakan gengi vel fyrir sig og aðhlýning þegar fólki kæmi. Það var eftir að flytja hratt og örugglega til Reykjavíkur og koma því í skjól. Þegar við komum í Þorlákshöfn þá myndaðist röð til að fara að bryggjunum. Í þetta voru það margir bátar. Það var mikið hreyfing við bryggjuna og fólk átti erfitt með að komast jafnvel upp á bryggjuna vegna hreyfing og svo mikið sog í höfninni. Skipstjórinn renndi upp að eiginlega brimbrjótnum að bryggjunni þarna. En hann fattaði það ekki að vegna brimsins þá gaf yfir garðinn og lögreglan kom þarna niður úr til að vísa okkur frá en Óskar Mattíasson, það var skipstjórinn á Leó, þrjóskur og renndi bara upp á bryggju og fólkinu kastaði upp. Þegar þessi mikli bátafloti stemdi allur á einn punkt sem var lítil höfn í Þorlákshöfn, að þá sáum við að það var að koma einhverju skipulega á flæði bátana inn og út, þannig að það færi ekki allt í kaos. Svoleiðis að við fengum þjálfaðan flugumferðarstjóra til að fara þar á radíóið og stýra þessari
umferð báta inn og út úr höfninni? Það biðu rútur á bryggjunni og það var bara, maður fór bara beint inn, maður fór bara í einhverju leiðslu held ég. Passaði, togaði í krakkana og leyndi þetta allt saman eftir sér og... En tilfinningin þegar ég stóð þarna með börnum mín 2 í Þorlákshöfn á bryggjunni og heyrði þetta sagt, sem var náttúrulega ekki rétt þá að kirkjubænir væri farnir, að tilfinningin sem greip mann þá, vera þarna með börnin sín 2 og ekkert, þó það sé náttúrulega mestum veist að hafa það, en maður sem sagt stóð þarna bara í þessum fötum sem maður var í og allt farið. Við sátum sem sagt þarna saman í einu strætisvagninum, hjónin og með dóttur okkar á milli okkar og það sagði engin orð. Ég man það var svo mikil þögn alla leiðina og við litum hvort á annað við hjónin, við hölluðum okkur bara svona upp á hvort öðru og eiginlega táruðustum því við vissum að við vorum að fara heiman og fengjum ekki að fara og gæmust ekkert í húsið okkar aftur. Þetta var undarleg tilfinning að allir Vestmanningar voru á leiðin til Reykjavíkur og þegar við komum hérna til Reykjavíkur þá voru móttökur ákaflega góðar og alveg undravert hvað var búið að skipuleggja mikið, mér finnst það. Það var þessi að allt þetta kerfi hafi heppnast mjög vel að það voru margar rútur og með þessi strætisvagnar hann í Þorlákshöfn, taka mót okkur, keyra okkur til Reykjavíkur. Við byrjum á því að fara í Austurbæjarskólann, þar sem við var tekið mjög vel á mót okkur. Fengum heita súpu mann ég og nú svo kom systir mín sem bjó í Reykjavík og sótt okkur og hún hafði heilmikið fyrir okkur næstu, vikurnar. Ég veit ekki hverju stæði ef ég hef ekki haft hana. Það voru skólar sem tók á móti öllum Vestmannaeyingum og við lentum í stýrimannaskólanum og þar beið okkar kaffi og brauð og þar hafði frænka mín upp á mér sem ég hafði aldrei vitað að ég ætti og bauð okkur húsaskjól. Þetta gekk alveg svakalega vel. Það er ekki hægt að segja hana. Það voru hvergi hnökrar á neinu og ef ég man rétt að ég kom þarna í stjórnstöðuna klukkan svona 20 mínútur yfir 2 nóttina og ég fór síðan út klukkan 2 í eftirmiddaginn daginn eftir og sagðist þá vilja heimsækja einhver af þessum móttökustöðum og sjá hvernig hlutinni gengur fyrir sig. Og ég man eftir ég fór upp í sjómannaskóla held ég að örglega verið og hann var tómur, það var allir farnir, það var búið. Að í þessum hörmungum, þarna, við vissum jú ekkert allar okkar eigur og allt var þarna út í eyjum að mér fannst ákaflega mikilsvert að finna það að við erum ákaflega sterk ein þjóð. Mér fannst einhvern veginn að það væri ómögulegt bara að hlaupa frá þessu og ég setti bara mitt fólk upp í eitthvað farartæki og fór svo út í Eyjar aftur með þessum sama bát. Fólki var sett í land og síðan bara var farið aftur út í Eyjar. Og þá voru allir farnir frá Eyjum þegar við komum eftir þannig að við þurftum ekkert að flytja fleira fólk. Það var metið þannig þegar við vorum komin til Vestmannaeyja að það væri best að við heldum þar kyrru fyrir vegna þess að aðgangur fólks var takmarkaður og mjög ólíklegt að við færum að við kæmumst þangað aftur. Ég var í mínum kundarsfötum með bara svona létta hliðartösku og ljósmyndarinn var í skyrtu með bindi í blankskóm og ég man að var í rykfrakka. Það kom fljótlega því, áttina var nú rak hérna eina stærstu fataverslun bæjarins og það kom fljótlega því að menn voru nú klæði litlir. Ég veit ekki hvað voru margir sem urðum eftir einhverju karlar, hvort það væri 70, 80, 90, þetta sé engin skráning til það. Og það var nóg til að fötum til að bara útdeila þarna. Það var ekkert annað að gera, þetta var þarna engin vissi framhaldið. Fyrstu nóttina eftir að við vorum búin að vera á bæjarstjórnarfundi þá
gekk ég þarna niður eftir bænum og það var orðið ansi fátt af fólki. Það rigndi þarna ösku yfir Austurbæinn og ég mætti þá á ferminni 2 mönnum. Það var nú allt og sumt og annar þeirra var með sjónvarpið sitt á bakinu og þeir voru að reyna að koma sér eitthvað með báti. Það var auðinn náttúrulega í bænum því að það voru náttúrulega flest allir farnir. Það voru örfáar heiður hérna eftir. Þannig að það var okkur svona dapurlegt tannilega. Ég hafði skilið bílinn minn eftir niður við Höfn og ég ætlaði aldrei að koma honum út úr kösinni. Fullt af ösku allstaðar og ég keyrði austur í Ísfélag loksins þegar að ég komst út úr kösinni og fyrsta sem blasti við mig þar að það var verið að steikja hamborgara. Þá var einn kostgangarinn genginn í það að búa til morgunmat fyrir þá sem voru þarna. Við lendum í Friðarhöfninni í Eyjum. Þar leggjum við að og ég er að labba fram hjá slökkvistöðinni þegar að slökkviliðsstjórinn, Tito Sjálfbreið, setur hnefann svona og segir: Halldór Ingi, í nafni laganna þá ert þú skipaður slökkviliðsmaður. Ég hef fulla heimild til þess samkvæmt lögum, sagði hann. Og ég sagði, já, en ég er á leiðinni heim, við ætlum að ganga frá gluggunum heima på Kirkjuvegi. Hann sagði, það var alltaf leið, en bara komdu aftur. Þetta voru þarna náttúrulega afskaplega mikil verðmæti bæði í eignum fólks og ég reyndar í atvinnutækjunum og það var alltaf hægt annað en að reyna að berjast fyrir því að bjarga þessu. Auðvitað giskuðu menn á að þetta myndi ekki vara nema í nokkra vikur eða mánuði. Það er venjan með íslensk sprungugos af þessari gerð. Eldgos eru að vísu ólíkindatól þannig að þú veist aldrei í sjálfu sér hver framvindan getur orðið. Surtseyjargosi stóð í nærri 4 ár. Og ég bara trúði því að fyrst að ekkert skeði þarna fyrstu nóttina, fyrst að okkur var svona hlíft að þessi sprunga kom á eina staðinn á þessari litlu eyju. Hátt í 2 kílómetra löng sprunga, þetta var eini staðurinn á eyjunni sem hægt var að finna fyrir þessa sprungu án þess að særa nokkurt líf.